Já, komiði sæl, við ætlum í þessu skjávarpi að líta yfir lausnirnar sem tengjast glærunum sem ég útbjó fyrir stoðtíman í setningafræði, þar sem ég rifja upp helstu atriði sem við þurfum að hafa á hreinu í henni og sýni þá líka nokkur dæmi. Og þá er ég búin að bæta inn á glærurnar lausnum við þeim stöku atriðum sem við náðum að skoða í stoðtímanum. Hér á fyrstu glærunni náði ég að setja saman þessi helstu atriði sem við getum sagt að við þurfum að skoða í setningafræðinni. Þá getum við sagt að það væri þessir 5 grunnþættir sem við myndum þurfa að skoða og ég skipti einmitt glærunum og skipulegg þær í þessu formi hér í kjölfarið. Það er í fyrsta lagi að skoða liðina, hvernig við sem sagt yfirfærum orðflokkana yfir á liði og skoðum þannig samspil orða inn í setningu. Síðan númer 2, hvernig við getum síðan fundið hlutverk fyrir þessa liði og þannig skilgreint hlutana, setningar hlutana í kjölfarið. Í þriðja lagi skoða orðaröðina og hvernig við skilgreinum orðaröð, hvaða hugtök við notum, þá í sambandi við aðal- og aukasetningar. Síðan þá í kjölfarið þær sjálfar, aðal- og aukasetningarnar, hvernig við skoðum þá, hvernig þær spila saman, hvaða tengiliðir í gangi hverju sinni og að lokum í 5. lagi beiting hugtakana, setningafræði hugtakana, til dæmis í sambandi við tvíræðni eða í sambandi við rökstuðningum af hverju telst eitthvað ekki rétt orðað í íslensku eða af hverju á orðaröð að vera með þessum hætti og svo framvegis. Hér er þá fyrsta glæran í sambandi við liðina. Þá setti ég hérna upp nokkur svona grunnatriði sem við eigum núna að þekkja í sambandi við þá að auðvitað er bakgrunnurinn og grunnþekkingin í þessu eru orðflokkarnir því eins og við vitum þá falla öll orð tungumálsins í ákveðin orðflokk og þar með falla þau í ákveðin lið. Það er þetta samspil milli orðflokka og liða, það er þá líka að segja síðan aðalorðsins í liðnum og þá orðflokknum sem það orð tilheyrir, eins og við getum séð á töflu númer 1 á minnisblaðinu hjá okkur. Síðan vitum við líka að liðir geta auðveldlega fallið inn í annan lið eftir því hvaða orð lýsir hverju og þá notum við hugtökin ákvæðisliðir og fylliliðir. Ákvæðisliðir er einfallega orð sem er þá að lýsa aðalorðinu og kemur fyrir framan það, en fylliliðir er þá orð sem er að lýsa aðalorðinu og kemur fyrir aftan það. Við getum séð dæmi þetta núna á eftir, hvoru tveggja. Við þurfum líka að þekkja jöfnur allra liðana, svo við vitum möguleikana sem fyrir hendi eru hverju sinni. Það er engin tilviljun hvernig til dæmis nafnliður er byggður upp, þótt að séu margir möguleikar þar, að þá er það engin tilviljun. Við þurfum að kunna jöfnur allra liðana, svo að við séum vissum að við séum til dæmis þá að greina liðin rétt ef við erum beðin að finna, segjum, atviksliði í viðkomandi setningum eða þá nafnliði, sagliði og svo framvegis. Þá þurfum við að vita hvernig getur svona liður verið byggður. Og þá er það jöfnur liðana sem eru líka á minnisblaðinu okkar, töflu númer 2. Þær eru mjög mikilvægar til þess að átta sig á þessari uppbyggingu. Svo vitum við að lokum að liðirnir geta tekið sér hlutverk og þá þurfum við líka að kunna hvaða hlutverk hver og einn liður getur tekið sér. Það sjáum við enn og aftur á töflu númer 1 á minnisblaðinu, þar sem sýnt er samspilið milli liða og hluta. Þá sjáum við auðvitað, ef þið kíkið á minnisblaðið, að það er auðvitað nafnliðurinn sem hefur fjölbreyttustu möguleikana á að taka sér hlutverk og þess vegna er best líka að kynna sér hann einna best, en svo að öðru leyti geta nokkrir aðrir liðir tekið sér hlutverk. Hér má sjá lausn á þessum 3 málsgreinum sem að ég var með á glærunum og við teiknuðum upp á töflu í stoðtímanum. Hér er ég búin að setja inn tölvutækt, sem sagt hvernig við myndum greina þessa liði alla og tengja það þá við síðan þá auðvitað ákveðin orðflokk og líka hvaða orð eiga við hver. Svo við séum þá vissum að við séum að sjá og skilja þetta allt með réttum hætti. Sjáum þá hér. Ef við byrjum á efstu línunni, bara í efstu málsgreininni, þá er ég hér búin að orðflokkagreina öll orðin. Þið sjáum hérna uppi lýsingarorð, margir, nafnorð, dagar, sagnorð, voru, atviksorð, mjög, sólríkir, lýsingarorð, forsetningin í og nafnorðið haust.
Þetta er þessi algjöri bakgrunnur sem við erum einu sinni ekki vön að biðja eða þurfum eiginlega ekki að gera beinlínis að orðflokkagreina. Við eigum einfaldlega að geta séð þetta í huga okkar án þess að þurfa að skráða beinlínis niður. En hvað þýðir þetta síðan fyrir okkur? Þetta þýðir það, ef við yfirfærum þetta í liði, að þetta hérna fyrsta orð, margir, fyrsta er lýsingarorð, þá er það lýsingaliður. Dagar er þá nafnliður. Voru er byrjunin á sagliðnum, þess vegna setja ég það innan svega út af því að það er ekki sagliðurinn í heild, heldur einungis byrjunin á honum. Mjög er þá atviksliður, sólríkir, lýsingaliður. Í er byrjunin á forsetningaliðnum, þess vegna setja ég það innan svega líka. Og haust er þá nafnliður. Þannig erum við strax þá búin að grunnkljúfa þetta niður, en eigum þá bara eftir að sýna fram á hvaða liður er mögulega að lýsa einhverjum öðrum og fellur þess vegna inn í hann. Þá byrjar þetta hlutfall þarna milli, hvaða orð eru mögulega ákvæðisliðir með öðrum, hvaða orð telst aðalorðið og hvaða orð er þá einfallega eins og að lýsa orðinu sem kemur á eftir eða undan. Þá sjáum við hérna, sem ég er búin að undirstrika hér fyrir neðan, að þá er þetta með eins og dagar hér, nafnliðurinn þessi, hann gleypir með sér margir, af því að það myndum við telja vera lýsa dagar. Þá verður þetta saman einn nafnliður með lýsingaliðnum inn í sér. Þið sjáu þetta líka hérna á hotklónum. Dagar er hún að gleypa margir inn í sig. Sagliðurinn er eins og við þekkjum samkvæmt jöfnu sagliðar, alltaf byrjar hann á sagnorðinu, hér, voru, og tekur síðan með sér alla fylliliðina fram að punktinum, eða fram að tengilið. Svo þá hér er sagliðurinn alveg héðan frá voru og alveg út að enda þessarar setningar og þess vegna lokar þessi síðasti hortklófi hér sem byrjaði hérna. Lýsingaliðurinn hérna sólríkir, mjög atviksliðurinn er greinilega að lýsa þessu orði nánar, þess vegna fellur það þá inn í lýsingaliðin sólríkir og þannig fáum við eitt stóran lýsingalið mjög sólríkir. Og að lokum forsetningaliðurinn eins og við munum er alltaf byggður upp á forsetningu pluss nafnlið, svo þess vegna er það að fá forsetningin í og gleypir með sér nafnliðin haust og þannig verður þetta eitt forsetningaliður í haust. Þannig sjáum við eins og 3 skref fyrir okkur. Það er að segja að geta orðflokkagreint öll orðin sem við höfum hverju sinni, byrja sín á því að greina það í grunninn í liði, en síðan sameina þau orð sem greinlega lýsa hvort öðru eða tengjast með merkingafræðilegri tengingu og þannig sjáum við endanlegu liðina, stóru liðina, getum við sagt, í viðkomandi setningu. Sjáum þetta hérna í næstu, þá erum við með, hér erum við þá með fornafnið þeir, sagnorðið stunduðu, nafnorðið námið, forsetninguna af og nafnorðið kappi. Þá erum við búin að orðflokkagreina. Greinum þetta í grunnliðina. Þetta fornafn hérna verður einfallega nafnliður. Þetta sagnorð hér er byrjunin á sagliðnum. Þetta nafnorð hér er nafnliður. Þessi forsetning byrjunin á forsetningaliðnum og svo þetta nafnorð hér þá nafnliður. En nú þurfum við síðan að sameina eins og við gerðum áðan. Skoðum nú hvað passa nú við hvað hér. Hér erum við bara með þetta eina fornafn hérna fremst. Það er ekkert að lýsa því nánar, svo það verður þá bara einfallega nafnliður út af fyrir sig áfram, þurfum ekkert að breyta því. Sagliðurinn, eins og við ræddum rétt áðan, byrjar alltaf á sagnorðinu og nær fram að punkti eða tengilið, svo hann er þá alveg hingað og byrjar þá hér og verður stunduður námið af kappi, svo hann endar ekki fyrir hérna í endan. Þá erum við búin að afmarka hann. Hér erum við aftur bara með einn stakan nafnlið, því það er ekkert að lýsa honum beinlínis nánar, svo hann er bara þarna einn og sér. Og svo er það forsetningaliðurinn, forsetningin og nafnliðurinn í kjölfarið verður saman forsetningaliður og þannig afmarkað hér. Þá erum við búin að full afmarka og greina í liði þessa setningu. Og svo þriðja og síðasta, þá höfum við hérna bróðir er nafnorð, Jóns sömuleiðis nafnorð, gaf er sagnorð, honum fornafn, stóran lýsingarorð, pakka nafnorð og áðan atviksorð. Allt ágætlega á hreinu og búið að orðflokkagreina. Það yfirfærist þá yfir á liði. Nafnorðin hérna 2 eru hvortveggja nafnliðir, bróðir og Jóns. Byrjunin á saglið hér með umsögninni, sagnorðinu gaf.
Hérna höfum við svo fornafn sem þá nafnliður, lýsingarorð verður lýsingarliður, hérna verður nafnorðið nafnliður og atviksorðið atviksliður. Þá þurfum við bara núna að lokum að sameina hvað var nú að lýsa hverju. Þá sjáum við til dæmis hér að Jóns greinilega að lýsa bróðurnum. Það að segja okkur eitthvað meira þennan bróður, að hann sé bróðir Jóns. Svo þetta þá saman verður þá einn nafnliður, bróðir Jóns. Sagliðurinn byrjar hér eins og við vitum á umsögninni gaf og nær alveg hingað út að punktinum. Gaf honum stóran pakka áðan, væri þá sagliðurinn þarna. Hér erum við bara með eitt stakan nafnlið, honum, svo það ekkert að lýsa honum neitt nánar. En hins vegar hér greinilega lýsingarliðurinn að lýsa pakkanum, svo saman verður þetta einn nafnliður, stóran pakka, búin að gleypa lýsingarliðin inn í sig, og svo að lokum stendur atviksliðurinn hérna stakur og þá bara þar við hliðina á, og eins og við munum, þá getur atviksliður einn og sér aldrei fallið inn í nafnlið, það er þá bara ef hann liggur inn í lýsingarliðinum að hann gæti það. Svo þetta eru þá fullgreindar þessar 3 setningar í liði.